Byltur eru algengustu atvik sjúklinga sem að leggjast inn á sjúkrahús og þeir sem eru í mestri byltuhættu eru aldraðir, það eru einstaklingar 65 ára og eldri en líka yngri einstaklingar 50 til 64 ára sem að eru í byltuhættu vegna undirliggjandi sjúkdóma eða undirliggjandi ástands. Þegar fólk leggst inn á spítala þá hreyfir það sig að öllu jöfnu mun minna en ella. Hreyfingarleysi hefur í för með sér skerta færni, þar á meðal skerta færni við að halda jafnvægi. Rannsóknir hafa sýnt að vannærðir sjúklingar eru 5 til 8 sinnum líklegri til þess að eiga byltur inn á spítala. Ýmsir þættir í umhverfinu hafa áhrif á byltur. Iðjuþjálfar hafa gert umhverfisúttektir á deildum Landspítalans en einnig hafa farið í heimilisathuganir ásamt sjúkraþjálfurum þar sem að umhverfi heimilisins metið með tilliti til byltna meðal annars. Aðkoma sjúkraþjálfara í byltuvörnum snýr bæði að umhverfinu og líkamlegum þáttum. Við byrjum venjulega á að skoða grunnhreyfifærni fólks, svo sem hvernig því gengur að hagræða sér í rúmi, setjast fram á stokkinn, standa upp, setjast aftur niður, færa sig í annan stól, standa upp og ganga og svo framvegis. Eftir atvikum þá skoðum við ýmsa undirliggjandi þætti jafnvægis eins og til dæmis vöðvastyrk og liðleika í neðri útlimum, skyn í fótum, fallviðbrögð og samhæfingu. Í sumum tilvikum skoðum við einnig augnhreyfingar og jafnvægiskerfi innra eyra. Og þegar okkar niðurstaða liggur ljós fyrir þá miðlum við því til annarra fagstétta. Ef sjúklingur skimast vannærður þá þarf að fara eftir öllum verklagsreglum. Það þarf að kalla klíníska næringarfræðing, það þarf að tryggja það að sjúklingurinn sé að fá orku og næringarbætt fæði frá eldhúsi og bjóðunni næringadrykki. Hlutverk næringarfræðinga inn í varðandi byltuvarnir og inn í byltuvarnarteyminu er að tryggja gott næringarástand hjá sjúklingum. Að drekka vel, að nærast vel er grundvallaratriði til þess að ná bata og að sjúklingur sé í eins góðu líkamlegu ástandi og hægt er með góðri næringu. Það sem kemur á óvart er að hvað mikil áhersla er að borða prótein og orkuríka mat vegna þess að við erum svo lituð af því að borða lítið, vera ekki of þung. En ef við erum með eldri sjúklinga þá þurfa þeir að vera í heilbrigðri þyngd til þess að tryggja góða hreyfifærni og tryggja það að þau geti byggt sig upp eftir þau áfall sem veikindi eða slys hafa valdið. Við finnum það öll þegar við erum þyrst eða svöng, þá verðum við slappari, okkur svimar frekar og þá erum við líklegir til að detta. Ef við erum með langvarandi vannæringu þá hafa vöðvarnir rýrnað og þá erum við bara með minni styrk í líkamanum og þá erum við mun ólíklegir til þess að halda okkur þegar við misstígum okkur eða reykust eitthvað á. Þannig að þegar líkaminn hefur ekki nægilega mikla orku og næringu þá étur hann sig upp og þá verður hann meira brothættur. Afleiðingar byltnanna geta verið gríðarlega alvarlegar. Ýmsir áverkar og beinbrot, þar á meðal mjaðmabrot og nýleg rannsókn á Landspítalanum leiddi í ljós 21% dánatíðni hjá konum og 36% dánatíðni hjá körlum 67 ára eldri einu ári eftir mjaðmabrot og tíðnin jókst með hækkandi aldri. Ástæðan er fyrst og fremst fylgikvilla vegna stórar aðgerðar og sjúkrahúslegu. Þannig að afleiðingar byltnanna geta verið gríðarlega alvarlegar fyrir sjúklinga og þeim fylgir líka mikill kostnaður. Það er líka þekkt að byltur lengja sjúkrahúsdvöl umtalsvert eða 6 til 11 daga. Það er óraunhæft að áætla að við getum hindrað allar byltur, en erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að með markvissum aðgerðum er hægt að fækka þeim umtalsvert. Á Landspítala fækkaði byltum í fyrsta sinn árið 2019 frá því að markviss skráning byltna hófst. Þeim fækkaði úr 1000 niður í tæplega 800. Þannig að vonandi er það vísbending það að við sjáum á réttri leið í byltuvörnunum. Aðgerðir í byltuvörnum á Landspítalanum eru byggðar á gagnreyndri þekkingu og vinnulagið er skráð í gæðaskjöl í gæðahandbók spítalans.
Í Byltuvarnavikunni kynnum við nýtt gæðaskjal þar sem að lýst ítarlega verklagi þverfaglegs teymis hjá sjúklingum sem að leggjast inn vegna byltna eða detta meðan á sjúkrahúsinnlögn stendur. Og það lögð áhersla á að greina undirliggjandi áhættuþætti hjá þessum sjúklingum og vinna markvisst og einstaklingshæft að því að minnka áhættuþættina meðan á innlögn stendur. Í heimilisathugunum farið yfir umhverfið heima hjá fólki, hvort það sé eitthvað í gangvegi, eru mottur á gólfum, snúrur, eitthvað sem að hamla og getur ýtt undir byltur. Einnig verið að skoða hvort það sé mikið að þröskuldum, hvort að fólk komist auðveldlega hvort að komist með gönguhjálpartæki ef það í notkun, hvort að fólk komist auðveldlega í úr rúmi, af og á salerni. Jafnframt baðaðstaðan skoðuð með tilliti til öryggi við böðun, hvort að fólk komist auðveldlega í og úr baði eða sturtu og hvort eitthvað megi bæta umhverfið þar. Sömuleiðis farið yfir áhættuna við það að vera að baðast með bleytu á gólfi og sápu mögulega og hvort að það sé þá svona mottur undir sem að gætu minnka líkurnar á því að fólki skriki fótur. Í heimilisathugum einnig verið að kanna hversu auðveldlega fólk kemst á milli rýma, hvort að þurfi eitthvað að færa til húsgögn og annað og þá eru gefnar ráðleggingar hvað æskilegt að fjarlægja eða hafa í huga. Við höfum líka verið að gera umhverfisúttektir á Landspítalanum til að reyna að komast í veg fyrir að draga úr hættum á byltum. Þá erum við að horfa á umhverfisþætti, hvort að handföng á veggjum séu aðgengileg, hvort það sé mikið af stólum eða húsgögnum í vegi, hvort að fólk komist auðveldlega fram úr rúmi, hvort það sé nægt rými fyrir hjálpartæki við rúmin, við vaska, kanna baðaðstöðuna líka með tilliti til byltna, farið yfir hjálpartækin sem eru til staðar og það sem kannski munurinn á úttektum á deildum og heimilisathugun það á deildunum þá erum við að skoða aðgengi fyrir alla, þannig að fólk geti bæði verið standandi og sitjandi í hinum ýmsu aðstæðum, en á meðan heimilisathuganir erum við að skoða meir út frá einstaklingnum sjálfum og sérsníða í rauninni þá umhverfið að þeim, en alltaf þá bara ráðleggingar til þeirra og aðstandenda. Á vefsíðunni kynnum við verklag við byltuvarnir á Landspítalanum. Þar að finna nýjan fræðslubækling fyrir sjúklinga með hagnýtum ráðum til þess að minnka líkur á því að detta meðan á innlögn stendur og auka öryggi. Þar einnig myndbönd með jafnvægisæfingum og ýmsum hagnýtum ráðum fyrir sjúklinga til þess að auka öryggi þeirra meðan á innlögn stendur. Við erum þar með heilsupistil jafnvægi og jafnvægistjálfun og ýmsan fróðleik sem tengist byltuvörnunum.